Eyþór Ingi Jónsson á Akureyri einn fremsti fuglaljósmyndari landsins. Hann á gríðarlega stórt safn mynda. Í landsbyggðum sjáum við valdar myndir og Eyþór Ingi segir okkur skemmtilegar sögur sem tengjast myndunum. Eyþór Ingi, ég bara fyrst, hversu margar fuglamyndir áttu nú í tölvunni þinni? Sko, ég leit á þann, ég var að hlaða niður myndunum fyrir þáttinn. Það sagði 22.538 eitthvað svoleiðis sem eru unnar sem svona tilbúna myndir en þeir eru 100.000 á flökkurum hér og þar. Hvernig stóð á því að þú fórst út í þetta svið ljósmyndunar? Það nú, ég alin upp í sveit, alin upp í Dalasýslu og hafði einhvern veginn strax áhuga á fuglum og afa bróðir minn gaf mér fuglabók og átti til fuglabók heima. Ég var svona grúska í þessu og hafði gaman að þessu strax. Svo blundaði einhvern veginn þetta áhugamál með að vera í tónlistarnámi en blossaði upp með fullum krafti fyrir nokkrum mánuðum síðan. Við ætlum næsta hálftíman að skoða 13 ljósmyndir sem að þú valdir. Varst í erfiðleikum með að velja? Já, þegar maður á 22.538 myndir. Ég ákvað að velja, ég ákvað að velja ólíkar myndir. Ekkert endilega svona bara myndir sem svona sá stíl sem ég að taka núna en fjölbreyttar og kannski myndir sem hafa einhverjum smá sögu. Fyrsta myndin sem kemur upp á skjáin, þetta sem sagt tekið að vetri til. Þetta tekið vetri til, þetta auðnutillingur, svona einkennisfugl, svona birkiskóga og mikið í þéttbýli, sérstaklega veturnar, lífur á birkifræjum. Það er góð saga, menn ekki mér væntu þessa mynd. Þetta svo mynd sem fyrir ofan hjónarúmið hjá mér. Þessi tekin rétt fyrir utan Akureyri og það var rosalega þungt færi, mjög mikill nýfættur snjór. Ég var alveg að drepast úr þreytu og hita, rennandi blautur að kafa snjó upp í klof. Hringi síminn og þá var Sverrir Thorsteinsson, vinur minn fugla með áhuga maður mikill og spekingur og segir Eyþór, ég staddur hjá Fuglavernd í Reykjavík, okkur vantar mynd á jólakort til þess að styrkja félagið. Og ég bara já, og tók mig mjög vel það og bara heyrðu, ég staddur úti og sé hvað ég get gert. Og svo bara skelli á og þá bara, ég var búinn að sjá þetta tré sem að fuglinn sendur á, sá það var rosalega fallegt að það myndur að setjast þarna fugl. Og við nótum svona svolítið svindl við fuglaljósmyndara stundum og spilum hljóð til að lokka fugla. Þarna gerði ég það ekki. Hann bara kom og settist á greinina sem ég vildi að myndi setjast. Ég náði mynd farin. Og hann sem sagt á jólakort? Hann á jólakorti og þetta eiginlega svona eina af mínum uppáhaldsmyndum. Við bara höldum áfram að skoða myndirnar og tökum þetta bara í stafrófsröð. Já, næsta mynd sem sagt, þetta álka eða hvað? Eða álkur? Já, þetta eru álkur. Ég á mér mikinn uppáhaldsljósmyndastað sem Langanes og reyna að fara þangað helst tvisvar á hverju sumri. Og þar finnst mér svo gott að vera kvöldi til, seint á kvöldi og nóttunni og kannski mest af því það voru í einnar. Finnst mjög gott að vera einn á Langanesi. Engir bílar og ekkert að trufla mann. Og þá í kvöldsólið þá einhvern veginn litar hún upp og segir þetta inn í gógnum á fuglinum. Það verður allt svo mjúkt og fallegt þannig í brúnunum út við font eða þegar maður nálgast font. Og álkan að mínum að þetta einhver fallegasti íslenski fuglinn. Það mjög gaman að mynda hana, hún er góð fyrirsæta. Svona hangir í brúnunum á Langanesi. Þú sem sagt ferð tvisvar á hverju sumri út á Langanes? Já, ég reyni það. Ég hef nú ekki alltaf tekið. Sko. En sem sagt álkan, þetta einn af svart fuglunum? Já, þetta stuttnefja og langvíja og lundi verpa auk álkunar á Langanesi. Og við bara skiptum og bara höldum áfram yfir í næsta fugl. Þetta ugla, hann þekki ég. Þetta brandugla og ungfugl, þetta tekið síðla sumars og tekið líka seint á kvöldi, svona það seint eins og birtan leyfði í raun og veru.
þarna var ég, maður heldur kannski að fuglaljósmynda sé alltaf í ykkur felutjöldum einhvers staðar, búin að skríða lengi og það ekki alltaf þannig. Það leiði kannski ljóstara þessu upp en ég sat undir ég var bara í bílnum. Sá fuglina og var á gömlu jeppa sem að ég gat einhvern veginn svona keyrt út af veginum að hluta, það var skurður þetta fyrir neðan og hann var hallaði rosalega mikið bílinn, þannig ég var svona áhyggjufull að myndi velta, en ég skildi nú ná rétta sjónarhorninu. En svo var hún svo gæf, hún bara horfði á mig, við horfðum bara á hvort annað í klukkutíma eða tæpan klukkutíma. Ég og brandurinn, kom engin bíl og bara, ég var hálfur út af þjóðvegi. Það var rosalega skemmtilegt kvöld, skemmtilegt moment. En með svona mynd eins og þessi, vinnur myndirnar mikið eftir á? Já, sko, það eru teknar í lit, þannig að það að gera svart-hvíta náttúrulega ákveðin eftirvinnsla. Maður gerir eitthvað örlítið við flesta myndir og maður skammar sér ekkert fyrir það, því að það sem að þú sérð út úr, þú ert búin að taka mynd gegnum fuglalinsu, er öðruvísi heldur en þú sér það með beru auga. Það er grynnri fókus og annað, bakgrunninn verður blörraðari, við myndum sjá tún þarna með berum augum, þannig að viðfangsefnið er öðruvísi heldur en við sjáum það með berum augum, verður það alltaf þegar við tekum fuglalinsu. En ég er ekki að vinna myndir þannig að ég sé að breyta einhver, stundum er einhver rykkorn sem það að taka, stundum þarf að örlítið að breyta lýsingu, lýsa að dekka einhverju hluti, eftir því sem maður þekkir fuglana betur þá þegar tristum maður auganum betur heldur en myndavélinni, þá fer maður að laga svoleiðis hluti þannig að verður sem eðlilegastar. Þannig ég er ekki að búa til eitthvað sem ekki er á staðnum, nema að ég gera svarthvíta. Látum bara vélina ganga áfram og skiptum og fáum næstu. Hvaða fugl er þetta? Já, ég er þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir þann stíl sem ég er komin í fuglaljósmyndin að það sé ekkit endilega fuglinn sem fylli ramman heldur, sé þetta svona meira svona döluleg stemning, ég var gaman að skapa þannig stemningu. Þetta er haförn og er mynd með leyfi Umhverfisstofnunar. Ég fór með fuglamerkingamönnum eða vísindamönnum í hafarnarleiðangur í fyrra og þá er maður að fara í hreiður og það er verið að athuga ástand unga, vigta, merkja og annað, athuga hvað þeir hafa verið í éta og svo framvegis. Og þannig að ég á alveg slatta af nærmyndum, en þarna, má ég alls ekki segja hvað þetta er, en þarna er annar fullorðinn fuglinn að fylgjast með okkur. Það var búið að vera fallegur dag, við erum komið þoka og var mjög dululegt og og stilti sér svona upp á svona fallega hól, fallega vörðu á þúfu á fallegum hól. Annar fullorðinn fuglinn fylgdist bara með okkur fjarlægð allan tíma. Ég held svolítið mikið upp á þessa mynd. En fyrir þig sem er ljósmyndara að fá að fara með vísindamönnum, ég giska á að það gefið þér töluvert. Alveg ótrúlega mikið. Ég fer í Flatey og Breiðafirði með vísindamönnum hvert einasta ár. Og þá er myndavélin ekkert endilega með allan daginn. Þá er ég bara fyrir að snemma mótna eða seint að kvöldi og mynda eins kannski, ef ég geri það. Það er ótrúlega gefandi og fræðandi að vera með vísindamönnum og fá líka að halda á fuglunum og fræðast allt mögulegt í kringu. Það er, ég fann að mynda minna og er meira að þess að tek færri myndir í hvað skipti sér fyrir Flatey. Meira að fræðast og reyna að upplifa stemningu kringu fuglana öðruvísi. Við skulum yfirgefa haförninn og fara yfir í næsta. Já. Þessi er nú ekkert skildir. Nei, þarna erum við með hettumáfa í vetrarbúningi. Það er eins og ég var að tala svona dýftarskerpu svo kallaða á fuglalinsum. Það er mjög fáir sentimetrar eða millimetrar sem er alveg í fókus sem maður er að taka svona myndir. Þarna eru 5 hettumáfar og við sjáum að það er mismunandi langt, fókusun settið á einn þeirra og hinir er mismunandi mikið úr fókus.
mér var boðið hérna í hið íslenska hettumáa vinafélag einu sinni, eftir að ég talaði fallega hettumáa á tónleikum. Það er svona félagskapur sem ég veit ekki alveg hversu alvarlegur því ég hef ekki ennþá verið boðaður á fund. En hérna, mér þykir afar vænt hettumáa. Mér finnst þeir frábæri fuglar, ótrúlega svona gáfaðir fuglar, skemmtilegir. Og þeir eru bara komin aðeins of nálægt manninn, þannig að maðurinn er farin að láta það fara í taugarnar á sér. Þeir eru nú oft á tíðum gráðugir. Já, við erum það líka. En er þessi sem hún er þá tekin að vetri til eða hvað? Þetta er bara tekin innanbæðar Akureyri sennilega í janúar. Nei, sennilega eða fyrir desember. En þér sem sagt bara þykir bara vænt hettumál? Já, og ég gef ekki fuglunum brauðið við sundlegina. Ég reyna að finna eitthvað sem hollara fyrir þá kannski. En ég hef voðalega gaman að því að þegar ég gerði það stundum, það var að fara með brauðpoka og gefa ekki öndunum, þetta gefa bara hettumáðunum, kastaði mig og gefa hettumáðunum. Sérstaklega hefum gaman að þegar búið að strengja böndin til þess að reyna að losna við þá gaf ég þeim svona hendi svona yfir til þess að leiða þeim að grípa. En sem sagt að ná svona góðum myndum þegar þú ert að mynda fugla sem sagt það er ekki bara eitt klikk eða hvað? Nei, það eru nútíma myndavélar að taka kannski 14-15 myndir á sekundu. Ég er ekki með þannig og ég er ekki með stillta mesta hraða. Ég er með hægari myndavél en svona legg meiri áherslu á að það sé mikil myndgæði í raun og veru, þessi myndavél sem að skilar frá sér góður upplausn og fleira góður litum. Ég er líka ekki mikið á takkanum en það er svona frekar að ég veit hvað hausverkunni þegar maður kemur heim með 2500 myndir að velja úr og fara, það er betra að koma heim með 500 en auðvitað það getur að vera mjög gott að geta bara haldið inn í takkanum og halda honum í 5 sekúndur og verið komið 75 myndir. En þess að linsan, hún skiptir máli eða erum við að tala um linsurnar? Já, það er fuglalinsan mín hún er með svona stækkur með 2 þannig hún er náttúrulega aðalatrið. Ég tek líka fuglamyndir með vílinsum og með drónum og með GoPro myndavél og öllu þessu dóti. En það er alltaf ein fuglalinsa sem er þannig gerð, það er svo mikill aðdráttur komast nær. Höldum áfram, fáum næsta fugl. Þetta er hvað? Þetta er himbrimi sem er svona konungur heiðavatnara. Og grimmir? Þeir nefnilega geta verið grimmir. Við sjáum hvað goggurinn og eru beittur á þeim. Þetta er vopn. Þeir eru grimmir ekki við okkur fólkið, en þeir verja sín svæði yfirleitt mjög hart á þegar við komum í varp. Og ég hef heyrt af því að þeir hafi drepið, kafað undir ált sem fór of nálægt þeim og stungin hól. Hvað er þessi mynd tekin? Það ætla ég ekki að segja. Þetta er norrlenskt vatn en þetta er það lítið vatn að það borgar og þetta er allt svona varp er svo viðkvæmt að þarna fer nánast enginn. Það er himbrimin er viðkvæmur fugl og maður þarf að leyfa maður að vera í friði. Himbrimin er sem sagt grimmur og næsti fugl sem þú ætlar að sýna okkur hann, ég getur nú líka verið nokkuð grimmur. Já. Blessu krían. Ég er mikið í kríuvarpi og í Flatey er ég mjög mikið í og ég hef ekki ennþá fengið gat á hausinn. Nei. Ég hef aldrei og er ekkert alltaf með húfu á hausnum. Og ég hafði aldrei verið goggað í mig. Ég hafði eftir skitið á mig en það fengi vangi á svona hausinn en mér þykir mjög vænt kríuna. Hún er alveg einstök og þessi myndi tekin í Flatey á Breiðafirði eitthvað fallegt kvöld í byrjun júní og það er þetta er svona eitthvað svona hluti af pörunar atferlinu að kallfuglinn að bera eitthvað smá fæði í kærlu sína hvort sem er til þess að fitana eða eitthvað, ég veit ekki eða hvort þetta er svona hluti bara af að sýna sig og sanna sig fyrir henni. Og þetta koma vængirnir mjög falleg út.
Já, þau gera það. Þetta er svona augnablik sem maður þurfti svolítið að hafa fyrir að liggja í flæðarmálinu grafkjör mjög lengi. Ég einhvern veginn viss að kría myndi setjast á hana stein og kæma að þessu. Þannig stundum meira þannig, maður verður ansið þolinmóður. Og svo það bara bingo. Já, þetta bara, en hún stóð í þess smá tíma og hann kom nokkru sinnum kallinn. Skiptum yfir í næstu mynd. Þetta er Lóa. Já, þetta er Sandlóa. Þessi mynd er tekin á Langanesi. Bara ótrúlega magnað fjörulíf eins og líka Melrakkasléttu sem ég mjög gaman að fara líka. Þarna var ég búinn að vera út á nesinu, þar sem út í björgunum, langt fram á nótt, keyrði tilbaka í Heiðarhöfn og með leyfi eigenda þar að gista, tjalda þar. Vaknaði svo morgunin og þá bara fjaran sem það fyrir framan tjaldi, það er alveg rosalega mikið líf. Þannig ég þurfti ekkert annað bara skríða út í tjaldinu og nokkra metra niður í drullina hana. Og þá Sandlóan, það er svona vandræði með hana, hún kemur stundum of nálægt, að myndavélinu nær ekki fókusera. Það var maður bara kjör. Hún alveg fer alveg niður í metersfjarlægð. En það þannig svona hjá þér að svona, margar af þessum myndum, það eru skemmtilega sögur bak við hverja mynd? Já, það er þannig. Ég man næstu hver einasta mynd tekin. Og oft maður er líka svo mikil upplifun að vera út í náttúrunni, mér skott að vera einn, eins og Langanesi og svo einhverstað tjaldi eða svo í bílnum og vera þreyttur og ryðgaður og skríða út og það er rosalega fallegt við og þetta er rosa mikil upplifun. Skulum kveðja Sandlóuna og fá næsta gest á skjáinn. Já, Skógarþrösturinn. Þetta er haustmynd. Þetta er haustmynd. Hér á Akureyri er alltaf lífi þegar þeir fara að éta reyniberin, Skógarþrösturinn. Þá er fuglasöngur allan dag og svo fara þeir svo næstu allir inn. Það er alveg dauðafegn einhver dag í október sem nóvember. Ég hafði ekki mikið fyrir þessari mynd. Ég sá hann, var á salerninu, hljóp fram, náði myndavélina og opnaði klósegluggann og tók myndina. Það var ekki meira haft fyrir henni það. Ég veit að nágrannar séu vanir því ég að sé eitthvað að bisa við aðdráttarlinsu sem er svona stór með beinaðum hús. En þarna kemur svona vel í ljós hann er í felulitum. Já, það er einmitt, það er rétt. Það er rauði liturinn er svona hauslegur. En þetta er sérlega bara klósettmynd. Þetta er klósettmynd. Við skulum fá næsta félaga upp. Þetta er Fálki, eða ekki? Þetta er litli bróðir þess já, hann er Smyrill, hann er litli bróðir Fálkans. Þetta er kvöldsól sem að skína á Smyrillinn og ég var við varp hérna á Norðurlandi og vildi ekki trufla ungar í hreiðri sem ég forðaðist að trufla og þeir eru náttúrulega að sjá óbáslega vel og við vissum náttúrulega að mér svona ég bara ákvað að fara aðeins lengra frá hreiðrinu og bara býða annarkvort foreldri kæmi núngi og þau setjast á klett þarna hinum með á sem ég var. Svo bara kvöldsól og klukkan eitthvað að ganga 10 kvöldi og svo sofnaði ég bara út í móa. Ég veit eitthvað þess var lengi, það var kannski bara að fá mínútur. En þegar ég vakna þá þurfti ég ekki að gera neitt annað en að íta á takkana því þá var hann búinn að stilla sig upp fyrir fram á mig í, ég veit ekki hvað þetta er, 10 metra, 15 metra fjarlægð kannski. Vissi að sjálfsögðu að mér, það er sem að sjá alveg óbúslega vel og ég var ekki með felutjaldi eitthvað þannig. Þá bara birtist hún og fór svona já, til að fylgjast með mér, ég var nokkuð að fara nær þeim. Þannig ég þurfti ekki eins og snúa myndavélina. En er það þannig hjá þér að ég margar að þínu bestu myndum eru ég bara að kvöldlagi eða eldsnemma morguns? Já, það er vetramyndirnar er bestar á miðjan dag Ég hef mjög gaman að taka fuglamyndir á vetri, það er svona meira krefjandi og maður verður kalt og það er eitthvað við það að þegar maður upplifir smá sársauka þá verður eftirminnilegra.
En fallegasta birtan ef það er sól, þá hún snemma morguns, mjög snemma, og þegar sólin lágt á lofti skulum segja, líka á kvöldin. Skulum þá næsta vinn okkar upp. Þetta stelkur, Þetta stelkur, jú. Þessi myndi tekin Flatey. Stelkurinn maður sé mjög oft mynd af stelkum á gyðingastöðum eða einhvers konar stöðum, umferðarskiltum jafnvel, vegastikum og svoleiðis. Hann stillir sér oft svona upp, vakta sitt svæði, hávær og tekki maður þannig. Þetta var mjög kyrrlátt kvöld í Flatey og sólin mjög lágt á lofti og þarna sjáum við hjásól sem svona sólarbletti sem að sjást einstaka sinnum sikur við sólina. Að vestan það gíll og austan megin sólar það úlfur og hann úlfur sem við sjáum. Þannig að önnur hjásólin á bakvið slerkin. Þetta algjört heppniskot, settist bara hana. Eitt augnablik. En þegar svona þróunin hjá þér í þessari myndatöku, hvernig hefur hún þróast? Ertu farin að, þetta orðið meira náttúrulífsmyndir í og með eða hvað? Þetta hefur breyst mikið. Fyrstu árin var það að reyna að ná öllum tegundum. Maður var alltaf með myndavélina á sér og sá okkur fugl og tók rosalega margar myndir. Svo veldi maður fá aðeins betri myndir á öllu, þannig að breytist alltaf svo, bara breytist smekkurinn. Þannig að núna þetta einmitt orðið kannski mikilvægast öllu að ég hafi einhverja svona jákvæða upplifun og minningar af myndatökunum. Þegar ég lítið myndirna þá kvikni einhver svona tilfinning af mér góðan dag. Ég voðalega gaman að fræða fólk og ég vil mjög gjarnan að fólk viti sjáu meiri hluti í kringu sig í náttúrunni og svo þetta farið líka snúast það að ég kynnist atferli fuglana og þeirra svona hlut í vistkerfinu bara hvernig þetta virkar allt saman og ég fann að taka miklu meira vídeó myndbönd svona fuglum þetta í gerði. Það nýjasta, en þetta alltaf smá breyting. En svona viðhorf þitt til náttúrunnar og náttúruverndar, hafa þau viðhorf tekið breytingum? Já, ég var veiðimaður, ég var skotveiði og stundaði skotveiði áðan fyrr. Ég fór vestur í Dali að veiða rjúpu í síðast skipti. Þá bara hlakkaði ég ekki til. Ég var með að fá eitthvað svona spenning og konu upp á fjall og það var snarvillu stuður og mér fannst það bara notalegt. Ég vissi ég myndi veiða lítið, veiddi það sem ég mátti veiða og svo bara tók ég það ákvörðun þetta búið, fór heim og seldi byssurnar mínar og hef eitt á móti veiðum en það hendaði mér ekki en jú, ég búin að læra svo margt að ég vera að horfa á fugla svona mikið, upplifa og sjá og vera sagt af vísindamönnum hvað þeim fækka svona staðar, ójafnvægi í fæðukerfum og svo margt, þannig að maður farin að sjá hluti með allt öðrum augum. Tökum næstu mynd, Eyþór. Þetta hvað? Teista. Þetta teista. Hún svo krútleg. Þetta tekið Flatey líka. Stilti sér þannig uppfallega á svona kvöldi til í rigningu. Gott að mann til rigningu, ég mista mjög gaman. Teistan bara svo ótrúlega vinalegu fugl. Sést nú ekki þessa mynd, hún alveg eldrauðar lappir og eldrauð í góknum, í kjaftinum. Svona mjóróma, svona blístur í henni og mér finnst hún svo gríðarlega falleg. Það erfitt að taka mynd af henni, þótt hún sé ekki mikið um ferðinni, en það erfitt að lýsa hana tæknilegt. Hún svo rosalega svört og hún svo rosalega hvít líka. Það erfitt að finna rétta balansin hann á milli. En svona, ef ég þekki rétt til að teistan, hún ansi svona vinsælt meðal fugla ljósmyndara. Já, ég hugsa það. Ég held að það sé kannski bara út af fegurðinni, Svo hún ofta svona myndvænum stöðum eins og það sem kletti þarna. Hún einhvern veginn, hún þetta sem einn svartfuglun, en ekki svona, já, hún á öðrum stöðum heldur en til þess Lundin og Orkan. Hún ekki upp í björgunum átt.
grefur sér eða hún frekar í urðinni neðst í björgum. Hversu vel þekkjuru til fugla, bara svona fuglahljóð, þekkjuru fugla yfir? Já, ég myndi nú segja, ég þekki nú íslenska fugla. Það kemur fyrir að maður er plataður og það er einn af mínum uppáhaldsfuglum með starinn. Mér svo gaf hann eitthvað, hún fjölgar hérna á Akureyri og hann getur gabbað mann all rosalega, sko. Hann getur hent eftir svo mörgum öðrum fuglum og ég hef margoft haldið að sé komið einhver flækingur, þetta hljóð ég aldrei heyrt, hleyp eitthvað, reyna að leita að einhverju fugli og það er alltaf stari. Við erum að skoða teistuna, þess að við erum komin niður í téð og yep. Við endum þá bara á þotninu, en ekki? Jú, þetta er einn af sjaldgæfastu varpfuglum Íslands, þetta er þórshaninn, þetta er kvenfugl. Þórshaninn kemur síðastur allar farfugla og fer mjög snemma að stoppa stuttinu. Er afar sjaldgæfur og í talsverðri hættu. Og þessi mynd ég var með leyfi frá Umhverfisstofnun til þess að fara og myndan sem er strangt leyfi og ákveður kröfugerðar til hans. Þetta er svo viðkvæmur stofn og hann, Ísland er inn að vera landið í Evrópu þar sem hann verpir og við erum að tala örfá pör á landinu. En hann er svolítið eftirsóttur, ég veit alveg að það eru fuglaljósmyndar sem evrópskir sem koma hingað til lands kannski fyrst og fremst til þess að reyna að finna þórsana. Það er erfitt. Og þú mátt ekkert gefa upp hvar út á þessa myndir? Nei, ekki eins og hvað landsluta þetta er, ekki sko. Áttu eftir að taka bestu myndina þína? Alltaf. Já. Ég held sko, þetta er ekki íþrótt hjá mér, ég er ekki að reyna að bæta neitt met. En ég er búin að upplifa, ég er búin að vera að mynda kannski í 12-13 ár fugla núna. Og ég er búin að sjá að mér finnst, ég hef verið í framför og það er alltaf að þróast stíllinn hjá mér og ég svona færa mig úr einu í annað. Og ég er svona, ég er í eðli mínu svolítið svona rótlaus og sveimhugi. En ég veit að það mun alveg halda áfram þannig að ég mun fá áhuga á einhverju öðru í ljósmyndurinni sem að mér mun þá finnast betra en sem ég er í núna. Þannig að það verður alltaf þannig ég á eftir að mynda bestu myndina. Eyþór Ingi Jónsson, þakka þér fyrir að koma með 13 myndir af rúmlega 22.000 sem voru með klárað í tölvunni. Þakka þér fyrir að sýna ykkur inn í þennan skemmtilega heim. Takk hérlega fyrir.